þessu. Góða kvöldið alls saman. Velkomin á þetta þriðja námskeið golfreglurnar. Svona áður en við byrjum, þá vil ég láta ykkur vita að þessi kennsla, þetta námskeið tekið upp eins og öll fyrir námskeið og verður linkurinn sendur til ykkar eftir námskeiðið. Núna einhver næstu daga. En svo maður byrja nú á byrjunni, þá vil ég byrja á því að kynna okkur tvo. Davíð Baldur Sigurðsson með mér. Við hefum væntanlega séð hann áður á þessum námskeiðum. Og svo ég Sigurður Geirsson. Við erum báðir alþjóðadómarar í golfi. Þannig að við ættum nú að geta svarað ýmsum spurningum sem við koma og leiðbeiningar með þetta. En við ætlum að hafa þann háttinn á núna að ef að þið hafið einhverjar spurningar, þá endilega réttið upp hendina. Það er takki til að rétta upp hend á skjánum hjá okkur og setið spurninguna inn á talrásina hjá okkur. Það eru komnar allavega 2 athugasemdir nú þegar, þannig að þetta virkar greinilega. Og við munum svara þessu jafnóðum og þetta kemur upp. Við eigum von á það mörgum sem að koma til með að tengjast, það veitir ekki af að reyna að hafa svona einhverja stjórn á því. En það sem við ætlum að gera í dag, það er, við ætlum að fara í dagskráin sú að við förum í reglu 14 að lyfta bolta og setja hann aftur í leik. Þetta er mjög massív regla. Og því næst það regla 15, laust frá lausung og hreyfanlegum hindrunum. Næstu því eins massív og 14. reglan. Við tökum þarna áður en við förum í 15.3, þá tökum við smá pásu. Hvort sem menn vilja fá sér kaffi eða eitthvað annað. En eftir pásuna þá förum við í gegnum bolta eða boltamerki sem aðstoða við leik eða truflanleik. Og förum síðan yfir í 19. reglum og endum þetta á því að rétt að nefna við ykkur reglu 25, en það er sennilega sú regla sem er skemmtilegust fyrir ykkur, einfaldlega vegna þess að við nefnum hana. Og þar með þetta búið og hún verður ekki til prófs, sú regla. En svo við byrjum á þessu, þá er það regla 14 sem við ætlum að byrja á. Og sú regla er í 7 undirreglum. Það er að merkja, lyfta og hreinsa bolta, sem er 14.1, 14.2 að leggja bolta aftur á ákveðin stað, 14.3 að láta bolta falla innan lausnarsvæðis, 14.4 hvenær bolti er aftur í leik eftir að upphaflegi bolti var ekki lengur í leik, 14.5 að leiðrétta mistök við að skipta bolta, leggja aftur, láta falla eða leggja, 14.6 að slá næsta högg, þaðan sem síðasta högg var slegið, og svo 14.7 leikið af röngum stað. Og við skulum þá byrja á því að kíkja á reglu 14.1. Það er að merkja, lyfta og hreinsa bolta og hvenær við merkjum bolta, það er þegar að bolti er á flöt. Ef að boltinn truflar leik annars leikmanns, ef boltinn gæti aðstoðað annan leikmann, til þess að ef við þurfum að vera kennsla á boltan, þá þurfum við að lyfta á honum og líka ef við þurfum að sjá hvort að boltinn er skemmdur eða til að sjá hvort hann liggi í aðstæðum þaðan sem laus er leik. Þetta er svona heildarupptalning á því hvenær við erum að merkja boltan áður en við lyftum. En hvernig lyftum við bolta? Það gerum við með því að setja boltamerki aftan við eða til hliðar við boltan.
áður en boltanum lyft. Og nota bene, boltamerki verður alltaf að fjarlægja á eftir að boltinn hefur verið lagður aftur og áður en honum leikið. Sé það ekki gert, þá það eitt högg í víti ef boltamerki liggur ennþá. Nú, leikmaður má lyfta bolta og hver sá sem hann gefur heimild til þess. En slíka heimild verður að gefa í hvert skipti. Það ekki hægt að gefa einu sinni heimild og svo gildi hún þaðan í frá. Það eitt sem ég vil líka koma hérna að og það með það að þegar að menn hafa merkt boltan sinn og lyft honum og leggja síðan boltan aftur, þá mjög algengt að menn láti boltamerkið liggja og fari síðan að skoða púlsinu eða eitthvað því líkt. En boltamerkið hefur enga þýðingu eftir að bolti hefur verið lagður á flöt aftur. Þegar að búið að leggja boltanum, þá hann í leik. Komi eitthvað fyrir boltan eða eitthvað því líkt, þá hefur boltamerkið sem slíkt enga þýðingu. Nema í því tilfelli þegar að við lyftum boltanum af flöt, leggjum hann aftur, látum boltamerkið vera og það kemur vindhviða og feykir boltanum til hliðar. Þá boltamerkið sem sýnir hvar boltinn lá, en í svona tilfellum þá færum við boltan aftur á þann stað sem hann var þegar áður en að vindhviðan kom. En þetta einu tilfellin þar sem slíkt heimilt í golfinu. Að öðrum kosti þurfum við að búa við það að leika boltanum þaðan sem hann stöðvast. Nú, við, þá hann ekki fletta. Ég að byrja þér. Og fletti bara hérna. Já, það ekki hér. Það svona. Fletti bara nótunum. Taka þetta niður og endurræsa. Ok, við þurfum að endurræsa hérna kynninguna. Við vorum hér í þessari myndbóðu. Hvor hérna? Þetta. Bara tókum við það. Þetta áttu. Okay. Now, þetta var við. Já, nú glætti við á það, en við þurfum að koma því í hérna að sé það við. Það var góðan. Nú, varðandi það hverju mega lyfta boltanum, þá ein undantekning á því og það að Gylfi leikmanns má lyfta bolta án leyfis. Og það gildir á flöt. Nú, ok. Stoppa sérinduna hérna.
Okay. Þarna. Það er ekki hér. Þarna. Ok, nú skulum við vona að þetta rúli. Kylfuberi leikmanns má alltaf lyfta boltanum án leyfis á flöt. Og jafnframt, ef eðlilegt er að álykta að leikmaður muni taka laust samkvæmt reglu. Þetta á við til dæmis ef að bolti leikmanns liggur inn í grund eða eitthvað slíkt, þar sem að fyrir liggur að leikmaður muni taka laust frá aðstæðanum, þá má kylfuberinn lyfta boltanum. Þarf ekki að gera það, en hann má það. En ef hann gerir það að lyfta boltanum þar sem hann má það ekki, þá fær leikmaðurinn eitt högg í víti. Okay. Þá það hér smá vídeó sem sýnir hvernig þetta virkar á flötinni, og ég vil láta ykkur vita að það er ekkert tal á þessu myndbandi. Það er ekki þannig að tali heyrist ekki. Ég sjá að þau koma að flötinni, hún fær fúttenni sinn og lappar beint að þess að kíkja eftir línunni. En kylfusellin gengur frá settinu hennar og tekur síðan með sér klút til að þrífa boltan. Og hann síðan beygir sig niður, tekur boltan og þrífur hann, og þarna er hann búinn að merkja hann og lætur hann að síðan fá boltan og hún heldur áfram leik sinn. Þetta er leyfilegt. Þarna þarf hann ekki að fá leyfi leikmannsins að lyfta boltan. Nú, áður en bolta sem á að leggja aftur á upphaflega stað er lyft, verður að merkja staðsetningu hans. Og þetta gildir í öllum tilfellum. Við eigum aldrei að lyfta bolta sem er í leik og öðruvísi heldur en að merkja staðsetningu hans. Þannig að sé enginn vafi á því hvað boltinn lá. Og bolta sem er lyft á flöt má hreinsa í öllum tilfellum. En annars staðar á flöt má hreinsa boltan þegar honum er lyft nema í 4 aðstæðum. Það er ef við lyftum honum til að sjá hvort hann er skorinn eða sprunginn, ef við erum að lyfta honum til að þekkja hann, eða vegna þess að hann truflar leik, eða til að athuga hvort hann liggi í aðstæðum þar sem laust er leik. Í þessum tilfellum má ekki hreinsa boltan eftir að honum hefur verið lyft. Nú ef menn hreinsa hann og gleyma sér og hreinsa hann, þá fá þeir eitt högg í víti. Nú 14.2 að leggja bolta aftur á ákveðinn stað. Þessa reglu þurfum við á að halda, til dæmis ef við sjáum bíl taka boltan okkar út á brautinni eftir að hann hefur numið staðar eftir öll. Eða ef við höfum merkt bolta og lyft honum og þurfum að leggja hann aftur. Í þessu tilfelli þá þarf að nota upphaflega boltan þegar boltinn er lagður aftur, nema ef að leikmaður getur ekki endurheimt upphaflega boltan með eðlilegri fyrirhöfn innan nokkra sekúnda. Svo fremi sem leikmaðurinn var þess ekki valdandi að boltinn var ekki endurheimtanlegur. Það er að segja ef að bolti til dæmis skýst yfir hérna einhvern svæði út í kjörn, þá er ekki eðlilegt að gera ráð fyrir að leikmaður þurfa að fara og ná í hann að halda áfram, og þá má hann setja annan bolta í leik. Hins vegar ef að leikmaðurinn hendir boltanum viljandi út í kjörnina, þá er hann hérna valdur þess að hann getur ekki endurheimt hann, og þar af leiðandi fær hann ekki setja annan bolta í leik
samkvæmt reglunum, en getur samt sem áður sett einhvern annan bolta í leik og leikið honum og þá með almenna vítin, 2 í víti. Það má ekki hreinsa boltan ef hann er á við. Já, það þarf ekki að nota upphaflega boltan ef að hann er skorinn eða sprunginn. Þá megum við skipta Líka megum við skipta bolta ef við erum að hefja leik aftur eftir frestun leiksins. Það er ekki hægt að ætlast til þess að menn þurfa að geyma upphaflega boltan á einhverjum ákveðnum stað til að ná akkurat í hann aftur en ekki einhvern annan bolta. Þannig að það leið skipti á bolta þarna. Og ef að upphaflega boltanum hafði verið leikið sem röngum bolta af öðrum leikmanni, þá náttúrulega er mjög óeðlilegt að við þurfum að fara að ná í hann einhvers staðar langt í burtu. Þannig að í þessum aðstæðum megum við skipta bolta. Boltar sem búið er að lyfta eða færa settur á upphaflega stað. Boltinn, þegar við þurfum að leggja bolta aftur á upphaflega staðinn, þá verður leikmaðurinn að setja boltan þar, annarkvort að leggja hann eða láta hann falla eftir því hvort á við. Og við verðum að leggja hann á upphaflega staðinn og sleppa honum þannig að hann haldist þar. Ef að við vitum ekki hins vegar hver upphaflegi staðurinn var, þá þurfum við að áætla það og það getur vel verið aðstæður síðan þannig þegar leggjum hann að boltinn byrja að renna til hliðar eða aftur og baka áfram og haldist bara ekki kjur á þessum stað. Þá þurfum við að finna stað sem næst upphaflega staðnum, þar sem að boltinn stöðvast en rennur ekki og er ekki nær holunni. Ef að leggja boltan aftur á ákveðinn stað, ef boltinn var kyrrstæður ofan á, undir eða uppið óhreyfanlega hindrun, hluta vallar, vallamarkshlut eða eitthvað náttúrulegt sem vex eða er fast, þá felur staðsetning boltans einnig í sér lóðrétta staðsetningu hans niður við jörðu og boltan verður að leggja aftur á upphaflegan stað ofan á, undir eða upp við slíkan hlut. Þarna er lögð áhersla á þennan upphaflega stað. Við þurfum að, ef hann liggur ofan á til dæmis hreyfanlegri hindrun, þá fáum við laust frá hreyfanlegu hindrunni. Við þurfum ekki skyldur að leika boltanum þar. En áður en við gerum það, þá þurfum við að leggja boltan á upphaflega stað og hann þarf að vera kjur þar. Og út frá því tökum við síðan lausnina að láta boltan á jörðina undir þeim stað þar sem hann hvíld á eða látum hann falla innan einnar kylfulengdar. En það má ekki fyrir við erum búin að leggja hann á viðkomandi stað til þess að ganga á skuggum að hver hann er alveg örugglega. Reglurnar eru svolítið fastar með slíkt. Að upphaflegi staðurinn skuli alltaf vera þekktur. Ef upphafleg lega hefur breyst, til dæmis ef bolti er í sandinn, þá verður að endurgera upphaflegu leguna að því marki sem það er hægt. Og við endurgerð legunar má leikmaður hafa lítinn hluta boltan sýnilega þegar að þó að boltinn hafi verið á kafi áður en að upphaflegu legunni var breyst. Þetta gerist oft ef að bolti lendir í sandi og sandurinn sópast yfir boltan aftur þannig að hann er á kafi. Þá getum við þurft að kafa eftir boltanum og finna hann
og raka til í sandinu til að finna boltann. Og þegar við finnum hann, þá þurfum við að leggja hann aftur, grama hann ofan í sandinn, en við megum skilja eftir smá gat þannig við sjáum í toppinn á boltanum þegar við spilum hann. Nú, hvar megum að leggja boltann aftur þegar upphaflega legan hefur verið breytt? Nú, ef bolt annars staðar en í sandi, þá voru að leggja boltann aftur með því að leggja hann á nálægasta stað, þar sem legan líkust upphaflegu legunum. Og það verður að vera innan einnar kylfulengdar frá upphaflegu legunu og áætlað verður hana ef hún ekki dekkt. Þá má hann ekki vera nær holu og verður jafnframt að vera á sama svæði á vellinum og upphaflegi staðurinn er. Ef boltinn liggur á almenna svæðinu, þá lausnarsvæðið allt á almenna svæðinu eða það lausnarsvæði sem við megum nota, það verður allt á almenna svæðinu, en lausnarsvæði sem slíkt mælt með kylfu getur náð út fyrir almenna svæðið, en á þeim hluta megum við ekki leggja boltann. Þannig að lausnarsvæðið ekki alltaf eins og hálfhringur í laginu. Svo. Og tæknin aftur að stíða okkur. Ok. Ef boltinn sem búið að leggja helst ekki á upphaflega staðnum, þá verðum við að reyna aftur að leggja hann á þann stað og ef hann helst ekki kemur þar, þá leggjum við hann á nálægastan stað, þeim stað þar sem hann átt að vera og finnum stað þar sem hann helst kemur. Það góð regla þegar við lendum í þessum aðstæðum að færa boltan, byrja því að færa boltan eina tommu eða svo til hliðar og pröfa að leggja hann þar. Ef hann helst kyrr, þá helst hann vera komin í leik. Ef hann helst ekki kyrr, þá pröfum við tommu í hina áttina og tommu aftur fyrir og fikrum okkur svona smá saman frá þeim stað þar sem við áttum að leggja hann upphaflega, þangað til við finnum stað þar sem boltinn helst kyrr. Þessi stað má þó ekki vera nær holunni og hann verður jafnframt að vera á sama svæðinu og upphaflegi boltinn lá á eða það sem við áttum að leggja hann í upphaf boltan. Ef staðurinn var í glompu eða á vítasvæði verður nálægasti staður að vera í sömu glompu eða á sama vítasvæði. Við megum ekki færa boltan út fyrir glompuna, við megum ekki færa hann út fyrir vítasvæði. Nú, ef hins vegar upphaflegi staðurinn var á flötinni, þá verður nálægasti staður að vera á flötinni eða almenna svæðinu. Þetta eini staðinn þar sem við megum færa boltan út fyrir svæðið, það ef hann á flötinni. Þá getum við þurft að færa hann út á almenna svæðið, en við megum ekki færa lengra en það. Ef að glompa liggur alveg upp við flötina, þá megum við ekki færa boltan inn í glompuna. Steinþór spyr hérna, hægt að nefna dæmi þetta sem var átt þessi á tilfellinu 14.2D þegar boltinn ekki í sandi. Það sem hann helst ekki kjörst á. Fjórtán hvað, 1D eða það? Nei, 2D. Já, 14.2D. Já. Tilbaka. Já, það sem hann ekki í sandi. Já.
Þetta getur verið til dæmis ef að upphaflegi boltinn liggur eða stöðvast í brekku sem svona algengasta ástæðan fyrir því að boltinn helst ekki kyrr. Þegar boltinn að renna þá á það sér oft stað að það eitt strá eða grasstrá eða tvö sem að halda boltanum á þeim stað þar sem hann stöðvast því að hann bara fyrir tilvíðinu lendir á þannig stað og þegar við leggjum boltan þá náum við ekki að fá að hitta á þessi strá og boltinn rennur þar að leiðandi af stað þegar við reynum að leggja. Og í þessum tilfellum þá verðum við bara að reyna að finna nálægasta stað þar sem hann stöðvast ekki. Er það eitthvað annað sem hafðir í huga með þessu? Ok, þetta fínt, þá förum við bara í næstu. Erum að kerfið vill svara mér, þannig kemur það. Nú, að láta bolta falla innan lausnarsvæðis. Það má nota hvaða bolta sem þegar maður lætur boltan falla eða leggur boltan samkvæmt þessari reglu. Þarna erum við búin að finna lausnarsvæðið og þurfum að láta boltan falla. Það eru 3 lykilkröfur sem að gerðar eru þegar við látum boltan falla innan lausnarsvæðis. Fyrsta lagi að leikmaðurinn verður sjálfur að láta boltan falla. Það verður að sleppa boltanum úr hnéhæð og boltinn verður að láta falla innan lausnarsvæðis. Það er að segja að hann verður að lenda á lausnarsvæðinu sjálfur. Og þegar við erum að tala að sleppa boltanum úr hnéhæð, þá erum við að tala hnéhæð miðað við það að leikmaður standi uppréttur. Og ef hann beygir sig niður, þá getur hnéð farið neðar, en það lækkar ekki þá hæð sem við látum boltan falla. Nú ef við skoðum að láta boltan falla nánar, að í fjórmenningi, þá má samherji láta boltan falla fyrir liðið. Það þarf ekki að vera leikmaðurinn sjálfur sem að lætur boltan falla, heldur má samherji hans láta hann falla í þessu tilfelli. Sleppa boltanum úr hnéhæð, að fallið verður að vera beint niður. Við höldum honum bara með puttunum og látum hann falla beint niður. Það má ekki kasta honum á neitt hátt, ekki snúa boltanum eða rúlla honum á neitt hátt, en látum hann falla. Og boltinn má ekki snerta líkama leikmanns eða útbúnað áður en hann lendir á jörðinni. Og hér sjáum við það að hnéhæð merkir hæð hnés þíns þegar þú stendur uppréttur. Við kíkja á nokkrar myndir sem að sýna þetta nánar. Hér sjáum við stúlkuna á efri myndinni, að hnéhæðin hjá henni, hún mjög greinileg og mynd númer 2 að henni láta boltan falla eins og í gildi var fyrir árið 2019, en þetta ekki gilt lengur. Á neðri myndinni maður að láta boltan falla og fyrri myndin sýnir hnéhæðina mjög greinilega og síðan sést hvað gerist ef við krjúpum niður þegar við erum að láta boltan falla. Þarna má ekki láta boltan falla úr hnéhæð, heldur verður að láta falla ofan hnénu til þess að þetta sé gilt. Síðan varðandi það hvernig við látum boltan falla sjálfan, þá kemur smá vídeó sem sýnir hvernig þetta gert. Þarna sjáum við það, hann hélt bara á boltanum á milli puttana og síðan opnar hann puttana og lætur boltan falla. Þetta rétta leiðin til að láta boltan falla. Nú, boltinn verður að falla á lausnarsvæðið
En leikmaður þarf ekki að standa innan lausnarsvæðisins þegar hann lætur boltann falla. Leikmaður má vera bæði innan eða utan svæðisins. Nú, ef boltinn hins vegar látinn falla á rangan hátt og í andstöðu við þessar 3 kröfur sem gerðar eru, þá verður að láta boltann falla aftur og þá á réttan hátt. Og ef það er ekki gert aftur á réttan hátt, þá er engin takmörk hversu oft leikmaður þarf að láta boltann falla til þess að það teljist gilt. Og ástæðan fyrir þessu er sú að einungis boltar sem látnir eru falla á réttan hátt telja þegar við ákveðum hversu oft þú þarft að láta boltann falla. Ef við látum boltann falla rétt strax í upphafi, hann rúllar út fyrir svæðið, þá verðum við að endurtaka fallið á boltanum og láta hann falla aftur. Og látum hann síðan falla aftur og hann rúllar aftur út fyrir svæðið, þá þurfum við að leggja boltann á þann stað sem hann lenti eftir seinna fall. Ef við látum hann falla rangt, snúum honum eða eitthvað þvílíkt eða ekki hnéhæð, þá getum við þess vegna þurft að láta hann falla aftur einu sinni, 2, 3, 4, 5 sinnum. Það er, við bara höldum áfram þangað til við látum hann falla á réttan hátt. Þá byrjar þetta að telja þessar 2 tilraunir sem við höfum áður en við getum lagt boltann á jörðina. Nú, ef boltinn er ekki látinn falla aftur og ef boltinn er ekki látinn, ef hann er ekki látinn falla aftur og hann er leikinn, það er að segja boltinn er ekki rétt látinn falla. Að ef boltinum er leikið innan lausnarsvæðis, þá fær leikmaður 1 högg í víti. En ekki litið svo á að leikmaður hafi þar með leikið af röngum stað. Það er að segja, við látum hann falla, ranglega falla, en hann stöðvast innan lausnarsvæðisins og við leikum honum þaðan, þá fáum við 1 högg í víti og höldum áfram leik með boltanum eins og við vorum búin að leika honum. Ef boltinn hins vegar, ef boltinn sem að látum falla ranglega stöðvast utan lausnarsvæðis, eða hann er lagður þegar hann á að láta hann falla, þá fær leikmaðurinn almenna víti sem eru 2 högg eða volutap í volukenni. Nú, boltinn sem er látinn falla á réttan hátt verður að stöðvast innan lausnarsvæðis. Boltanum verður að láta falla í svæðið og hann verður að stöðvast innan lausnarsvæðisins. Það skiptir ekki máli þótt boltinn snerti einstakling, útbúnað eða önnur utanaðkomandi áhrif eftir að boltinn lenti í jörðinni og áður en hann stöðvaðist. Og hér er átt við að hann hafi óvart snerti, ekki að einhver leikmaður eða kylfuberi hafi viljandi stöðva boltann eða breytt stefnu hans. Og það gildir ekki ef boltinn á ekki möguleika að stöðvast innan lausnarsvæðis. Menn geta ekki staðið viljandi neðar í brekku og látið boltann falla fyrir ofan sig og látið hann stöðvast á sér. Þá erum við viljandi að stöðva boltann og það telst ekki vera. Það er rétt látið falla. En ef hann stöðvast innan lausnarsvæðis, þá er hann í leik og það gildir líka ef hann óvart lendir í leikmanni og stöðvast hann og er innan lausnarsvæðis. Þá telst hann vera í leik og það er vítalaust að leika honum áfram. Nú, hvað gerum við þegar bolti er látinn falla á réttan hátt og stöðvast utan lausnarsvæðis? Ef boltinn stöðvast utan svæðisins, þá verður að láta boltann falla aftur.
og ef hann stöðvast aftur utan lausnarsvæðis þá eigum við að leggja boltann þar sem hann snerti lausnarsvæðið eftir seinna markið. Ef boltinn hins vegar tollir ekki þar innan lausnarsvæðisins, þá verðum við að finna stað sem næst þeim stað þar sem hann snerti, þar sem hann helst kjur og leika sér boltanum þaðan, en það verður að vera innan lausnarsvæðisins eftir sem áður. Hér sjáum við hvernig á að láta boltan falla. Fyrsta myndin sýnir boltan sem látin falla inn í lausnarsvæðis. Já, með upprétta hönd. Já. Skulum við fá það hjá honum? Já. Já, og ef boltinn stoppar ekki inn á lausnarsvæðið, segir það. Já. Þá nú fátt fína drætti, en í þessu tilfelli ef að boltinn stöðvast ekki, við náum ekki að láta boltann stöðvast þegar við leggjum hann innan lausnarsvæðisins. Þá förum við, þá það yfirleitt vegna þess að við erum að fara aftur á bak, en þá reynum við að fara til hliðar. Við reynum að finna stað innan þessara einnar kylfulengdar til hliðar og aftur á bak sem að boltinn stöðvast á. Við getum útvíkkað kannski lausnarsvæðið þannig að boltinn liggi upp við línuna og snerti línuna, en kannski hann liggur á svæðinu utan lausnarsvæðis línunar, en hluti boltans nær inn yfir línuna og lítum þá svo á að lausnarsvæðis línan framlengist lóðrétt upp á við. Þannig hún snerti alltaf þetta svæði. Við megum líka láta það finna svæði sem framar í lausnarsvæðinu. Við megum bara ekki fara fram fyrir viðmiðunarpunktin. Þannig að það mjög erfitt að ímynda sér að við finnum svæði sem að ein kylfulengd í radíus og sé hvergi staður sem að boltinn stöðvast á þegar við leggjum. Þannig að við höfum dálítið stórt svæði til að finna lausnarsvæði eða lausnum. Nú, hvað gerum við þegar bolti sem látin fallin á réttan átt stöðvast utan lausnarsvæðis? Þá þurfum við að leggja boltan á staðinn þar sem boltinn var látin falla í annað sinn, þar sem hann snerti jörðina. Haldist boltinn og lagður ekki á þeim stað verður að leggja boltan á þann stað í annað sinn. Og já, þetta í rauninni það sem við erum búin að fara í gegnum. Að ef boltinn lagður í annað sinn og helst ekki heldur kyrr, á þeim stað verður að leggja boltan á nálægasta stað þar sem boltinn helst kyrr með þeim takmörkunum sem framkoma í reglu 14.2e. Ok. Nú, láta boltan falla á línu. Þegar við tökum, þetta breyting á reglunum sem kom inn 2023, því að þarna fáum við nýja tegund af lausnarsvæði og þetta lausnarsvæði hringlaga. Ef við tökum þessa aftur á línulausn, þá það að ræða að þetta lína sem að hugsast dregin frá holunni yfir þann stað þar sem að boltinn annarkvort ósláanlegur eða þar sem að boltinn fór inn í vítasvæði og síðan aftur á bak aftur fyrir það eins langt og viðkomandi kýs. Í þessu tilfellum ef við förum
ef við látum falla aftur á línulaust, þá þarf boltinn að lenda á línunni. Það ekkert lausnarsvæði í því sambandi. Lausnarsvæðið bara lína. Boltinn verður að falla á línuna, en eftir að fellur á línuna, þá þarf hann að stöðvast innan lausnarsvæðis sem að 1 kylfulengd frá þeim stað þar sem að boltinn lendi og allan hringinn. Þetta ekki svona hálfmána svæði eins og venjulega í lausnarsvæðum, heldur þetta einn hringur. Og nota bene, þarna má boltinn lenda og rúlla nær holu, þó ekki lengra en 1 kylfulengd frá þeim stað þar sem að lendi. Þetta eina tilfelli þar sem að bolti má rúlla nær holu þegar að var heldur en viðmiðunarpunkturinn En bolti má hins vegar ekki rúlla út fyrir þessa kylfulengd. Og fara á næstu glæru, þá sjáum við þetta nánar. Þarna í fyrstu myndinni sýnt boltinn lendir á línunni og rúlla síðan smáspört til hliðar og þarna boltinn kominn í leik og þaðan má leikunum. Á annarri mynd lendir boltinn aftur á línunni, rúllar síðan aftur á bak og út fyrir svæðið. Þarna boltinn ekki í leik og þarf að láta hann falla aftur. Og síðan eins og margir vilja því miður hafa misskilið þetta að það megi láta boltann falla innan kylfulengdar frá línunni, en það má ekki. Boltinn verður alltaf að lenda á línunni. Þannig að það má ekki nota svona aðferðir að setja kylfu á jörðina til þess að marka það að það fari ekki of renna. Þetta ekki rétt. Nú, hvenær boltinn aftur kominn í leik? Boltinn í leik þegar þú slærð upphaflega á boltanum eða öðrum bolta af teig. Þá gerum við ráð fyrir því að þú hafi þurft að fara og taka fjarlægðarvíti og leika boltanum þaðan sem hún lékst aftur, það frá teignum. Eða hann í leik þegar þú skiptir lætur falla eða leggur upphaflega boltanum eða annan bolta með þeirri áætlun að hann sé í leik. Þarna skiptir það máli að leikmaður sé að láta boltan falla til þess að fá út úr því boltan sem í leik. Þarna gildir það til dæmis að ef hann í því tilfelli hafi ekki mátt skipta bolta, þannig að hann ranglega skiptir bolta, þá sá bolti samt sem áður í leik og leikmaður verður að halda áfram leik með þann bolta gegn 2 höggum í víti. Þannig að þetta menn þurfa dálítið að passa sig á þessu. Stundum má ekki skipta bolta, en verður bolti í leik leið og röngum skipti bolta settur í leik eða látið falla. Nú, bolti aftur í leik ef þú skilar bolta á völlinn á einhvern hátt með þeirri ætlun að hann sé í leik, þá hann í leik. Jafnvel þótt bolta hafi verið skipt út fyrir upphaflega boltan þegar það var ekki leyfilegt og jafnvel þegar bolta skipt út, látið falla eða lagður á rangan stað á rangan hátt eða á óviðeigandi hátt. Ranglega skipt út bolti í leik, jafnvel þótt boltamerkið hefur ekki verið fjarlægt. Eins og ég sagði áðan, þá hefur boltamerkið enga þýðingu eftir að bolta hefur verið leikið. Jafnvel þó svo að það sé að ræða röngum bolta eða röngum skipti bolta. En hann leiðréttar mistökin við að skipta leggja aftur eða láta falla eða leggja aftur. Þetta losun úr snörunni spilið, eins og það orðað hér hjá mér. Að því gefnu að boltanum hafi ekki verið leikið,
leyfir þetta þér að leiðrétta mistökin. Það er að segja að þú mátt lyfta boltanum þínu vítalaust og leiðrétta mistökin. Ef við höfum skipt bolta óvart, lagt ranga skiptibolta niður og þá er hann í leik, láta hann falla og þá er hann í leik. Eða við setjum rangan skiptibolta í leik, það er að leggja niður. Þá getum við leiðrétt þessi mistök. Við tökum bara boltan einfaldlega upp aftur og leggjum síðan upprunalega boltan aftur í leik. Og ef leikmaður velur laust og lætur boltan sem falla á réttan stað en á rangan hátt, verður hann að endurtaka þá laust sem hann valdi. Þetta þýðir til dæmis ef við erum að tala ósláanlegan bolta og boltinn okkar ósláanlegur, þá höfum við 3 möguleika til lausna. Við komum að því aðeins á eftir, en ég get nefnt það hérna. Við getum endurtekið höggin, við getum látið boltan falla innan 2 km lengdar, svo kallað liðalaust, eða tekið aftur og baka á línulaust. Ef við veljum til dæmis að fara, við höfum valið það að taka aftur á línulaust, látum boltan falla ranglega. Það er að segja í staðinn fyrir til dæmis að láta hann falla frá hér, þá látum hann falla frá öxlinni, því við lærðum golf þegar gamlu reglurnar voru. Og við föttum það eftir við erum búin að láta boltan falla, nú er boltinn komin í leik. En þá megum við leiðrétta þessa röngu aðferð okkar. Og það sem meira er, við megum skipta laust. Við megum ákveða eftir við erum búin að lyfta boltanum upp að taka hliðarlaust. Láta hann falla innan 2 km lengdar frá þeim stað þar sem hann óstáðanlegur. Ef leikmaður velur hins vegar laust og lætur boltan sinn falla á rangan stað, þá má hann velja aðra laust við endurtekninguna. Já, ok. Ef við veljum aftur ósláanlegan bolta, við veljum aftur og bak á línulaustina, við látum boltan falla á réttan hátt, en við látum hann ekki falla á línuna heldur innan 1 km frá línunni, þannig að hann komin á rangan stað. Þá megum við eins og áður skipta laust, taka boltan upp, skipta laust og setja annan bolta í leik. Þetta hvort tveggja vítislaust. Ef leikmaður velur laust sem ekki á við aðstæður, þá má hann taka laust samkvæmt réttri reglu. Ef boltinn okkar ósláanlegur inn í vítasvæði og við veljum það að taka laust frá ósláanlegum bolta með því að láta hann falla innan hliðarlausna til dæmis, og föttum það þegar við erum búin að láta hann falla og hann komin til leik að við erum inn í vítasvæði, þá megum við lyfta boltanum upp og taka lausnina samkvæmt laust við vítasvæði. Sem sé taka réttarlaust. Þetta líka vítalaust. Nú, að slá næsta högg, það sem þú slóst síðasta högg. Það ólíkar aðferðir eftir því hvaðan síðasta högg var slegið. Það að ræða teyginn, almenna svæðið, glomp eða vítasvæði og flött. Björn hérna. Já. Fyrir ekki, Sigurður, þetta var rosaleg langloka. Heyrðu ekki því? Nei, það ekki búin að hátalara. Já, ég nefndi sem hún var. Heyri í mér? Já. Halló. Heyri einhver í mér? Já. Hvað segirðu, Björn? Heyri í mér núna? Já. Þetta var rosalega mikið langloka. Það væri gott að fá einhverja skýringamyndir til þess að útskýra þetta. Ég veit að það ekki hægt að bregðast við því núna, en það væri fínt að væri kannski fara aftur í þetta og í seinasta fyrirlestrinum og aðeins útskýrt með einhverjum skýringamyndum. Þá kæruna sem var á undan, eða? Já. Áttu við hérna, sjá?
Með lausnina úr vítasvæði með hliðarfærslu. Þessa hérna lausn. Já. Ég get líka komið inn á þetta þegar við förum að fjalla ósláanlegan bolta á eftir. Þá get ég notað þær myndir til þess að útskýra nánar hvernig þetta virkar. Frábært. Takk fyrir. Ok, sjáum hvort að það dugi. Nú, við skulum skoða hérna fyrst ef að síðasta högg er slegið frá teignum. Þarna er mynd af teignum og síðan brautinni og ef að síðasta bolta var slegið innan teigsins og til dæmis segjum svo að boltinn hafi farið út af vellinum. Þannig að við þurfum að taka fjarlægðarlausn, þá eigum við að taka þá lausn á teignum aftur. Í þessu tilfelli þá gildir það að við þurfum ekki að slá frá sama stað og fyrri bolta var slegið. Við megum velja okkur staðsetningu hvar sem er innan teigsvæðisins og við megum tía boltanum upp þar. Þetta er eina tilfelli þar sem að ekki þarf að finna hvaðan slóum við boltanum nákvæmlega þegar við erum að taka svona fjarlægðarlausnir. Á teig megum við taka lausnina hvar sem er og tía upp boltanum. Hins vegar ef að síðasta högg var slegið frá almenna svæðinu, vítasvæði eða glompu, þá verðum við að láta annaðhvort upphaflega boltann eða annan bolta falla á lausnarsvæði. Og viðmiðunarstaðurinn í þessu tilfelli er staðurinn þaðan sem að leikmaður sló síðasta högg. Ef að sá staður er ekki nákvæmlega þekktur, þá verðum við að áætla. Og stærð lausnarsvæðisins er 1 kylfulengd, þó ekki nær holu og verður að vera á sama svæði vallarins og viðmiðunarpunkturinn er á. Við sjáum þetta á myndinni, það eru sýnd 2 dæmi, annars vegar á almenna svæðinu og hins vegar innan glompunnar. Svarti punkturinn er viðmiðunar staðurinn og þarna myndast hálfmáni sem er lausnarsvæðið og það verður að vera allt á sama stað og boltinn eða viðmiðunarstaðurinn er á. Ef þessi punktur, viðmiðunarstaðurinn, er til dæmis á almenna svæðinu en er nálægt glompunni, þá er lausnarsvæði bara sá hluti hálfmánans sem er utan glompunnar. Sá hluti hálfmánans sem er innan glompunnar, þar megum við ekki láta bolta falla. Sama á við ef boltinn er í glompunni, að ef að hluti lausnarsvæðisins er inn á almenna svæðinu, þá megum við ekki láta hann falla það. Og lausnarsvæði má ekki vera nær holu en viðmiðunarstaðurinn sem að gera það verkum að við fáum út þennan hálfmána. Já. Þá var það flötinn. Þarna breytist þetta aðeins aftur að á flöt, ef við þurfum að endurtaka höggið, þá sem getur gerst til dæmis ef að flöt er nærri vallarmörkum við kútum og það er halli niður og vallarstjórinn misti sig með sláttuvélina fyrir mótið, þannig að það er ekkert grip í grasinu og boltinn rennur áfram og rennur út af vellinum. Þá þurfum við að taka fjarlægðarlausn og það gerum við með því að leggja boltann aftur á þann stað sem við útuðum síðast. Og ef að staðurinn er óþekktur, þá þurfum við að áætla staðinn eins og áður. Þannig að hér látum við boltann ekki falla og það er ekkert lausnarsvæði sem slíkt. Lausnarsvæðið er bara staðurinn þaðan sem boltanum var síðast leikið. Nú, leikið á röngum stað. Almenna reglan er svo að eftir að við höfum byrjað að leika holu, verðum við að slá hvert af þaðan sem boltinn stöðvast. Þetta er almenna reglan í golfi.
Og þetta gildir nema þegar reglurnar krefjast þess eða leyfa að þú leikir boltanum af öðrum stað. Þú mátt hins vegar ekki leika boltanum af röngum stað. Ef reglurnar leyfa að boltanum sé leikið af öðrum stað, þá tilgreina reglurnar hvaða staðir það eru sem að þú mátt leika boltanum. Ef þú hins vegar leikur boltanum af röngum stað, þá hlýtur þau almennt víti sem eru holutap eða tvögar. Og síðan komum við að hérna mjög skemmtilegu framhald af þessu, sem hvernig ljúka á holu eftir að hafa leikið á röngum stað í höggleik. Þetta gildir ekki hins vegar í holukeppni. Þegar að leikmaður leikur bolta sínum af röngum stað, þá það númer 1, 2 og 3 að ákveða hvort að það að leika boltanum af röngum stað sé alvarlegt brot eða ekki. Í öllum tilfellum fáum við 2 högg í víti. Hins vegar ef að ekki alvarlegt brot að ræða, þá bætum við bara þessum 2 höggum við skorið okkar og höldum áfram leik með boltanum þar sem hann stöðvast eftir að við vorum búin að leika honum af röngum stað. Í þessu tilfelli getur verið það að ræða að við óvart dreifum boltan og gleymum að setja hann á réttan stað aftur, eða einhver annar sig í boltan og við verðum ekki vör við það, þannig að við leikum boltanum hálfum metra, 1 metra frá þeim stað þar sem hann var. Það eftir sem áður rangur staður og við fáum vítið fyrir það, en telst ekki alvarlegt brot. Alvarlegt brot hins vegar ef að leikmaður hefur áunnið sér einhver, til dæmis annarkvort þónokkra vegalengd, eða að aðstæður þaðan sem hann leikur boltanum eru miklu mun betri heldur en þær hefðu verið ef hann hefði leikið honum á réttum stað. Þá hins vegar þetta orðið alvarlegt og það þýðir að það þarf að leiðrétta mistök. Þarna megum við ekki halda áfram leik með boltanum það sem hann stoppaði eftir að við vorum búin að leika honum. Heldur verðum við að fara tilbaka aftur og leika boltanum af réttum stað. Eftir sem áður með 2 högg í víti, en við teljum ekki höggið þegar við lékum boltanum af rangastanum. Maður fær bara 2 högg í víti og byrjar síðan að telja aftur skorið frá þeim stað þar sem hann átti að leika honum. Ef við leiðréttum þetta ekki, þá þegar við leikum af stað á næsta teig, eða göngum eða skilum skorkortinu ef við erum á síðustu braut, þá fáum við frávísun í víti, af því við leiðréttum ekki brotið. Sýningur mynd sem sýnir alvarlegt brot. Hérna leikmaður sem leikur boltanum sínum frá A til B inn í vítasvæðið. Þarna hefði hann átt að taka annarkvort aftur og baka á línu laust, sem CSE línan, eða láta hann falla innan 2 kilólengda frá þeim stað sem hann fór inn í vítasvæðið. Hann hins vegar telur að hann megi láta boltan falla frá þeim stað þar sem að boltinn stöðvaðist innan vítasvæðisins og lætur boltan sinn falla þaðan og leikur honum þar. Þetta myndi teljast alvarlegt brot. Þarna hann að ávinna sér verulega fjarlægð og þar að ekki að losna við það að leika yfir vítasvæðið sem spilar inn í leikmanna líka. Já, við komum að gloppunum núna á eftir þegar við förum í óslafnlegu boltana, þá kemur þetta mitt. Fyrir þá sem ekki sjá það var spurt, ef þú ert að taka hana upp úr gloppu, þá eru það 2 högg. Það rétt. Eins og þið sjáið af þessu, þá þetta svolítið,
þarna er að ræða eitt af þeim atriðum í golfreglunum sem matsatriði. Hvenær brot alvarlegt og hvenær það ekki alvarlegt. Þannig að í öllum tilfellum ef þið lendir í svona, þá besta lausnin að leika öðrum bolta, það að segja þið leikið bæði upphaflega boltanum ykkar, þann sem hann á Röngulstað, og leikið líka öðrum bolta af þeim staðar sem þið hefðu átt að leika boltanum og klári leik þessar tvær með þessar tvo bolta á viðkomandi holu. Leggið málið fyrir mótanefndina þegar þið komið inn og hún úrskurðar hvort gildir og hvert skorið á brauðinni í okkur. Þannig þið búin að gulltryggja ykkur aðlug. En annars gæti við líka tekið áhættuna. En það þá frávísun ef að hún gengur ekki. Þá við búin að yfirfara 14. braut, eða 14. reglu, segir. En ef við ekki að standa bara aðeins upp núna Ég stela það. og klukkan ekki vera hálf. Hún orðin hálf, Já. orðin rúmlega hálf. Við skulum standa upp í svona 10 mínútur og svona 5-10 mínútur og svo heldur við áfram. Ok? Er það ekki? Ég sé ekki myndi.
hljóðan. Já, það komið á þessari. Og við ætlum svo að færa þetta grunnur. Ja, Jú, svona. Jæja, heyrðu, þá höldum við áfram. Og við erum komin að reglu 15, laust frá lausung og hreyfanlegum hindrunum. Já. Þú mátt vítalust fjarlægja lausung hvar sem er á eða utan vallarins. Og nú má einnig fjarlægja lausung úr gloppum og vítasvæðum. Þú mátt gera það hvaða hátt sem er. Þú mátt nota hönd eða fót, kylfu eða annar húfbúnað, til dæmis húfu eða handklæði. Ef boltinn hreyfist við að þú fjarlægir lausung, verður að leggja boltann aftur á upphaflegan stað sem verður að áætla ef hann er óþekktur. Ef boltinn hreyfist hafði verið kyrrstæður annars staðar en á flötinni eða á teiknum, færðu eitt vítahögg. En það er vítalöst ef boltinn hreyfist við að fjarlægja lausung á flöt eða teik. Takmarkanir á að fjarlægja lausung. Áður en bolti sem var lyft eða hreyfður er lagður annars staðar en á flötinni, mátt þú ekki vísvitandi fjarlægja lausung sem gerði mögulega feikt boltann ef hann er kyrrstæður. Ef þú gerir það, hlýtur þú eitt af klíti, en þarft ekki að setja lausungina aftur á sinn stað. Einnig mátt þú ekki fjarlægja lausung sem getur haft áhrif á bolta á hreyfingu. Það er hérna spurning. Já. Kannski aðeins þetta tengt reglu 15.1a. Einhver greinamunur á veg eða stígur. Þannig að það má fjarlægja lausung og leika boltanum eða taka vítislausa lausn út frá óeðlilegum vallaraðstæðum. Óhreyfanleg hindrun. Gildir svo sambærilegt malbikaða stíga eða vegi. Já, þú mátt, ef þú getur lent í því að lausnin sem þú fengir frá stígnum væri bara það slæm að þú viljir frekar slá hann af stígnum. Og þá máttu fjarlægja lausung áður en þú leggur boltann. Það gæti þess að hreyfa ekki boltann. Já. Svaraði þetta ekki örugglega spurningunni? Jú, þannig séð. Það er semst engin munur hvort þetta heiti vegur, stígur eða hvort það sé mulningur, möl eða hvort það sé malbikaður. Þetta er allt undir sama hattinum. Já. Það er eini munurinn sem þarna er gerður er það að stígur eða það er átt við á hérna framkvæmd, það er að segja vegurinn er búinn til, en það eru svæði hér á landi þar sem er að ræða að svona vegir hafi myndast með því að það er alltaf ekki sömu leiðina, til dæmis með hérna vélum vallarstarfsmanna. Þannig að það myndast svona nokkuð konar tróðningur.
En það ekki stígur, vegur eða malbikar eða neitt slíkt. Þannig að þaðan verður að leika boltanum þaðan sem hann liggur. Og það ekki vítislaus lausn frá troðningu. Það þarf að vera með einhverjum ofan í burði eða einhverja framkvæmdir verið gerðar til að búa til viðkomandi stíg. Já, takk fyrir. Eru regla 15.2 hreyfanlegar hindranir. Þú mátt fjarlægja hreyfanlega hindrun hvar sem á vellinum eða utan hans vítallaust. Þú mátt gera þá hvaða hátt sem og ef boltinn þinn hreyfist þegar þú fjarlægir hreyfanlega hindrun, þá það vítallaust. Boltann verður að leggja á upphaflegan stað sem þarf að áætla ef hann óþekktur og ef hann helst ekki kyrr þegar hann lagður, þá þarf að reyna að leggja hann aftur á sem næst þeim stað sem hann lá á. Og hérna sjáum við svona létt dæmi það hvernig þetta virkar. Já, hvernig þetta virkar. Þú tekur hrímuna, boltinn rúllar aðeins til hliðar og þú færir hann tilbaka. Þarna sjáum við, þetta gildir náttúrulega líka fyrir hrífur í gloppum og þetta svona dæmi það af hverju við þurfum við að vanda hvar við skiljum hrífur eftir í gloppum. Versti staður sem við getum lagt hrífuna á í hallanda í sandinum ofan í gloppum. Þannig að þar verður hrífan ekkert fjarlægð öðruvísi heldur en að boltinn rúlli niður. Og það verður mjög erfitt að finna stað til að leggja hann á það sem hann stöðvast. Og hreyfanlegar hindranir, þegar boltinn þinn í eða á hreyfanlegri hindrun, hvar sem á vellinum, nema á flötinni. Þá máttu taka lausn án vítis. Þú lyftu boltanum, fjarlægðu hindrunina og láttu boltan falla í lausnarsvæði. Viðmiðunarstaður, áætlaður staður beint undir þar sem boltinn stöðvaðist í eða á hreyfanlegri hindrun. Lausnarsvæði 1 kílómetra frá viðmiðunarstaðnum. Takmörk á lausnarsvæðinu verður að vera á sama svæði vallar eins og viðmiðunarstaðurinn og má ekki vera nær honum en viðmiðunarstaðurinn. Og hérna sjáum við útskýringu. Og þá eru komin að reglu 15.3, bolti eða boltamerki aðstoða við leik eða trufla leik. Bolti aðstoðar við leik á flötinni. Ef þú hefur ástæðu til þess að ætla að bolti þinn gæti aðstoðað við leik annars leikmanns, máttu merkja staðsetningu boltans og lyfta honum. Ef boltinn tilheyrir öðrum leikmanni, þá láta þann leikmann merkja staðsetninguna og lyfta boltanum. Leggja verður boltan á upphaflega stað á flötinni. Í höggleik, leikmaður sem þarf að lyfta bolta sínum má leika honum fyrst, í stað þess að lyfta honum. En leikmenn mega ekki sammælast að láta boltan liggja til að aðstoða annan leikmanni. Ef samkomulag gert og annar hvort slær högg, fá báðir leikmenn almennt víti. Sá leikmaður sem á boltan, sem annar bolti gæti aðstoðað við leik á flötinni, verður að bíða með leik sinn þar til boltinn sem aðstoðar hefur verið fjarlægður, en víti fyrir brot á þessu almennt víti. Það er þetta krafa að ef að leikmaður telur bolta sinn aðstoða, þá tilkynnir hann það þeim sem á að leika og segist vilja fjarlægja boltan og þar með verður sá leikmaður að bíða þangað til að hann hefur annarkvort leikið boltanum sínum í burtu í höggleik eða lyft honum. Og bolti truflar leik hvar sem á vellinum.
Annar bolti getur mögulega truflað stöðu þína eða sveiflusvið. Eða í á nálægt leiklínu, þannig að ætla mætti mögulegt væri að boltinn myndi hitta hann. Eða að hann sé það nálægt að hann valdi truflun. Ef bolti tilheyrir öðru leikmanni, máttu biðja hann að merkja staðsetningu boltans og lyfta honum. Sá leikmaður verður, og takk eftir, hann verður að fjarlægja boltann. Víti fyrir brota þessu almennt víti. Leikmaður má ekki lyfta boltann sínum samkvæmt þessari reglu eingöngu vegna þess að hann telur sjálfur að boltinn kunni að trufla leik annars leikmanns. Leggja verður boltann upp hann eða stað. Það má ekki hreinsa boltann þegar hann er lyft. Og ef þú merkir ekki staðsetningu boltans eða ef þú hreinsar hann, hlýtur þú eitt högg í víti. Eingöngu í höggleik gildir það ef þú þarft að lyfta boltann þínum samkvæmt þessari reglu, þá máttu leika honum fyrst í stað þess að lyfta honum. Og hérna sjáum við smá vídeo þar sem að annar boltinn truflar hinn leikmanninn. Jenna, would you mind marking your ball for me, please? Yeah, sure. Is that? It's a bit, yeah, it was a bit embedded there, wasn't it? Yeah, I suppose so. Yeah. Maybe, can you put it a club head length to the side? Okay. I'm just going to put this on the grass because I can't clean it. Okay. Og þetta heyri kannski að hann bendir inni á að boltinn hafi verið aðeins sokkinn í samband. Þannig að hinn verður að passa það þegar hann leggur hann tilbaka. You seem to have destroyed your lie here. Yeah, that's not very fair. Well, you just get to restore it to how it was. Okay, so I can rake it? Yeah. Yep, no I'll problem. do that. Thank you. Okay, so I move it back a club head. Yep. And then just put the ball back. Yes, and remember, it was slightly embedded. But I can't embed it. You've just got to push it down. You're going to recreate the lie. Hann grjótið Yeah, that's fine. Yeah, perfect. Íbúin að aðeins svona sjöndi. Jenna, would you mind marking? Bara svo þið vita að því, þessi tvö eru starfsmenn reglufyrirtækis Royal og Ancient og hann meistaraflokks kylfingur sem sló þarna úr vangernum. Það var fínt högg hjá hann. Áraregla 15.3. Boltamerki aðstoðar við eða truflar leik. Færa má boltamerki í burtu. Ef þetta er þitt boltamerki eða ef boltamerki tilheyrir öðru leikmanni, láta þann leikmann færa boltamerki frá. Og boltamerki er fært með því að mæla hátt frá upphaflega staðnum. Til dæmis eina eða fleiri pútis höfðu slingdir til hliðar og færa verði boltamerki tilbaka svo bolti sé á upphaflegum stað. Ég bara taka þetta líka. Og þá erum við komin á reglu 19, ósláanlega bolta. Hljófið nokkuð langt yfir þetta. Nei, það er bara ekki. Regla 19, ákvörðun leikmanns. Leikmaðurinn er svo eini sem getur lýst bolta sinn ósláanlega. Það er engin annar sem getur sagt til það hvort að þinn bolti sé ósláanlegur eða ekki. Og rétt svona kannski að
Af því að við erum nú úr dómaranefndinni að leggja áherslu á það að dómari getur ekki úrskurða bolta á fólksvallarna. Nei. Bara leikmaður. Og sem sagt, já, leikmaðurinn einn getur ákveðið hvort að boltinn er ósláanlegur og tekið gegn víti. Kylfuberi má gefa ráðleggingu en ekki taka ákvörðun. Dómari getur ekki úrskurða að bolti sé ósláanlegur. Leyfilegt er að taka ósláanlega lausn hvar sem er á vellinum nema í vítasvæði. Þú hefur 3 kosti gegn einu vítahöggi, fjarlægðarlausn, aftur á línu lausn eða hliðarlausn. Fjarlægðarlausn. Leiktu upphaflega boltanum eða öðrum bolta frá staðnum þar sem síðasta högg var slegið. Og þá er farið að eins og við sáum áðan í reglu 14.6. Og þú þarft ekki að finna boltan til þess að geta nota þennan möguleika. Ef staðurinn þar sem boltan var síðast leikið er ekki þekktur, þá þarf að áætla. Aftur á línulausn. Láta boltan falla á línu aftan við staðsetningu upphaflega boltans. Staður valinn aftur á línu frá hólu sem liggur í gegnum staðsetningu upphaflega boltans. Engin takmörk hversu langt aftur má fara. Lausnarsvæði ákvarðast á staðnum þar sem boltinn snerti jörðina þegar hann er látið falla og ein kylfulengd í allar áttir líka nær hólu en viðmiðunarstaðurinn. Og þetta klassíska takmörk á staðsetningu lausnarsvæðis má ekki vera nær hólunni en upphaflega staðsetning boltans. Má vera á hvaða svæði sem er á vellinum og verður að vera á sama svæði vallarins og boltinn snertir fyrst. Þetta þýðir það að þarna getur lausnarsvæðið verið á mörgum svæðum vallarins og leikmaður í rauninni getur þá valið ef að línan liggur þannig bara á hvaða svæði hann lætur boltan sinn falla. En boltan verður alltaf að falla á línuna. Og hliðarlausn, láta boltan falla innan hliðarlausnarsvæðis. Viðmiðunarstaður staðsetningu upphaflega boltans. Það er lausnarsvæðis 2 kylfulengdir frá viðmiðunarstaðnum og svo takmarkanirnar á staðsetningu, ekki nær hólunni, má vera á hvaða svæði sem er á vellinum en boltinn verður að stöðvast á sama svæði vallarins og hann snertir fyrst. Og komum við ekki. Og hérna sjáum við smá svona skýringu á þessu. Aftur línulausn er ekki beint aftan við línu upp í tré. Já. En bolt er upp í tré. Hvernig er það? Það þarf að leika boltanum úr trénu. Já, eða taka lausn bara samkvæmt Ósláanlegum ósláanlegum bolta og þá er viðmiðunarstaðurinn beint undir þar sem að boltinn er upp í trénu og kylfulengd þaðan frá. Þarna sjáum við líka, já, byrju það var önnur. Er það rétt skilið hjá mér að aftur á línulausn er ekki beint aftan við línu frá húlu að flaggi? Já, það er tekin lína sem sagt frá flaggi eða frá hólu yfir staðinn þar sem boltinn liggur og beint aftur á bak eins lágt og þurfa þykir.
Þetta sést mjög vel á myndinni sem núna uppi. Þarna punktalínan frá holunni og yfir hvítu kúluna sem boltinn þar sem hann stöðvaðist. Og síðan aftur á bak og leikmaður má fara eins langt aftur á bak og hann vill sjálfur. Þarna komum við kannski líka að þessu sem að langlólpunni sem var áðan, ef að menn taka ranga lausn og geta skipt lausn síðan þegar leiðrétta lausnina. Þið sjáum þarna á svæði 2, ef við gefum okkur það að leikmaður hafi verið með þennan ósláanlega bolta þarna, ákveðið að taka aftur á línu lausn, lætur bolta falla þarna á punkt 2, en gerir það ranglega, það er að segja að hann kasta bara boltanum inn á svæðið, í staðinn fyrir að láta hann falla samkvæmt réttum reglum, að þá boltanum ranglega látinn falla, þannig að hann fær víti ef hann fer leika boltanum þann. En hann getur rettað sér frá vítinu með því að lyfta boltanum sínum og annarkvort endurtaka fallið og gera það þá réttan á, eða hann getur líka skipt lausn og ákveðið það í staðinn fyrir að láta hann falla þarna á 2, fara í lausnarsvæðið 3, hliðarlausnina, og láta hann falla einhvers staðar innan þess svæðis. Og það vítalust að laga fyrir mistökin svona. Og svo komum við að lausnarmöguleikum vegna ósláanlegs bolta í gloppu. Venjulega eru 3 lausnarmöguleikar gegn einu höggi víti. Fjarlægðarlausn, aftur á línu lausn innan gloppuna eða hliðarlausn innan gloppuna. Og svo í gloppunni kemur þessi 4. möguleiki, þar sem aftur á línu lausn upp úr gloppunni gegn 2 vítahöggum. Og við sjáum hérna skýringu á þessu, hvernig þetta virkar. Og fáum að sjá hérna myndband. Þetta sýnir aukamöguleikann. Þegar hún tekur sem sagt lausn upp úr gloppunni. Þetta sjáum að hún skilur boltan eftir. Það til þess að fá línuna og hún sé rétt. En þarna hins vegar, þetta var tekið upp þegar að 2019 regluna voru í gildi og viðbótin 2023 var ekki komin inn. Því þá gerði það ráð fyrir því að við merktum lausnarstaðinn með 10 áður við létum boltan falla. Í dag látum við bara boltan falla. Við þurfum ekki að finna lausnarpunktinn, hann finnst leið og við látum boltan falla í dag. Hringurinn bara fyrir hvert boltinn fer eftir að hann fer á línuna, það ekki? Jú, það rétt. Já. Hann má stöðvast hvar sem innan þessa hrings boltinn. Og þess vegna rúlla nær holu heldur en hann lendir. Því að hann fer ekki fram fyrir þann stað þar sem boltinn liggur sem við erum að taka laust fram. Þannig að hann telst ekki að fara nær holu þess vegna. Og þá erum við komin að þingum vegna fatlaðra leikmanna. Björn með upprétta hönd. Björn? Spesifíkt dæmi. Maður 8. holun upp í bakkakoti, maður slær inn í trjágróðurinn, inn í þessum trén eru. Já. Og þú myndir sýna mér aftur myndina sem að trén eru. Og þá skulum við fara að hingað, sko, að þetta bara svoleiðis, að teigurinn hérna bara niður í vinstra horninu. Já. Og þú slærð og runnin hérna eru trén bara nú 8.
Og ég má þá færa mig til hliðar sem nemur 2 kylfulengdum Já, gegn 1 víti. já. Já. Ef þú værir inn í miðjum skóginu þar, þá myndir það öllu líkindum ekki hjálpa þig mikið. En ég væri beint fyrir aftan tréð, þá gæti það hjálpað, jú. Ég fæ einhverja línu út úr því. Já, en Ég kemst ekki aldrei út úr, Ha. ég kemst aldrei alveg út úr, nei. Nei, þú kemst aldrei alveg út úr því, ekki ef þú væri þar inn í miðjum skóginum. Nei. Þannig að þá myndi aftur á línu lausnin klálega hjálpa þér. En til þess að fá þessa lausn, þá náttúrulega eins og þú segir, þá verðum við að finna boltann. Já. Það ekki alltaf sem það hefnast. Já. Takk. Það er góð lið. Þetta er það. Þetta er ekki. Ég ekki búin að stinga í samband. Komið. Og þannig að svaraði þetta spurningunni fyrir þig. Já, takk fyrir. Þetta er já. Regla 25. Besta reglan sem þið fáið hingað til. Nú sem sagt, þessi hluti loksins komin inn í reglurnar sjálfar sem var ekki það þurfti að setja sérstaklega staðreglur. Ásakið. En núna einfaldar þetta mikið það sem að þetta var svolítið mikil vinna að ætla að fara að setja staðareglur fyrir kannski nokkra leikmenn með mismunandi föllun og flokkum og svona. En þetta nær sem þetta til allra keppna og allra leikforma, föllun og flokkur leikmannsins og keppnisréttur ræður því hvort honum er heimilt að nota breyttu reglurnar sem í reglu 25. Regla 25 breytir ákveðnum golfreglum vegna leikmanna í eftirfarandi föllun og flokkum. Blindir leikmenn, aflimaðir leikmenn, það er leikmenn sem hafa fæðst án útlins eða hafa misst útlin, leikmenn sem nota hreyfihjálpartæki og leikmenn með þroskahömlun. Já. Ég ætla að láta þess að ég hafi ekki séð þetta. Gildir ekki vegna annars konar fötlunar, til dæmis vegna taugasjúkdóma, bæklunar, dvergvaxtar eða heyrnarleysis. Og það besta fyrir ykkur varðandi þessa reglu að það verður ekki spurt úr þessari reglu á prófunu. Nei, hún kemur venjulega aldrei til prófs. Við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur hvaða breytingar eru hægt að fá á golfreglum, en við verðum ekki prófa úr þessari reglu. Herðu, þá eru þetta reglurnar sem við fórum yfir í dag. Regla 14, 15, 19 og aðeins dreift á 25. Og fjórði og síðasti hlutin er þá miðvikudaginn næsta, klukkan 7:30. Tökum fjórðu og síðustu reglurnar. Þannig að er einhverjar fleiri spurningar? Bergþóra? Hvað segirðu? Þú ert með míkrafóninn á mute hjá þér, Bergþóra?
Þetta er meðan að Bergþór er að vinna á, já, ok. Hrefna, Komdu það bara með spurninguna, Bergþóra, á hérna spjallinu. Hrefna. Já, ég var að velta fyrir mér ef þú færir pútershaus og flöt fyrir boltiðinni fyrir leikmanni og gleymir að merkja hann á réttan stað, er það þá 1 högg í víti? Það eru 2 högg í víti. Það eru 2 högg í víti, almenna víti. Það er leikið á röngum stað, en Já. það er óverulegt. Þetta er ekki sem sé veruleg, hérna, verulegt brot, þetta er óverulegt. Þannig að það telst 2 högg í víti og boltinn er bara þannig sem að, hérna, leikur áfram eða annarkvort fer í honum og þá leikur lokið eða þú leikur hann þaðan sem hann stöðvast. Ok, takk fyrir. Fleiri spurningar? Já, heyriði mér. Já. Kannski áfram með þessa spurningu hjá Hrefnu. Er einhver takmörk hvað þú getur eða mátt færa langt? Getur þú fært kylfulengd á flötinni eða oft er það eitt púterhaus eða 2 sko en má færa meira? já, þetta verður bara að vera nákvæm mæling hvað þú færir hann Já. áður frá. Ok, takk. Jó, Bergþóra, við munum taka alla fyrirlestrana upp, þannig að þú ættir að hafa aðgang að honum bara strax daginn eftir. Það er yfirleitt sent sko daginn eftir eða þar næsta dag eftir fyrirlesturinn, þá er sendt út tengill fyrir upptökuna. Fleiri spurningar? Færsla og flöt, staðarreglur. Ef að þá varst að tala er það ekki færslu, leiðarfærslur á flöt, eins og hérna vetrarreglurnar á golfvöllum. En allar slíkar færslur, það þarf að setja í staðarreglur. Vera reglur það í staðarreglur hvernig það skuli framkvæmt og hvað gildir þar. Það er hins vegar ekki, það telst ekki færsla á flöt, en við þurfum að færa boltann frá að því hann truflar leik annara og þá færa boltamerki. En það er bara okkar val hvernig við færum það frá og hversu langt við gerum. Höfum við verið með glærurnar? Nei, við höfum ekki verið með glærurnar aðgengilegar en þú getur alltaf skoðað fyrirlesturinn. Hann er aðgengilegur bara ansi lengi, árum saman. Já, þannig það. Ok, fleiri spurningar? Já. Bolti snerti flöt eða ekki? Nei, því að það verður að vera alveg kristaltæru. Það þarf að kalla til hérna dómara þá ef að menn ekki sammála það, hvort að svo sé eða ekki. Og rauninni er það alltaf æskilegt að menn kalli til dómara. Það sem dómari ákveður er endanlegt og leikmaður getur treyst í að hann færi ekkert í bakið eftir það þegar dómari hefur kveðið úrskurð. En ef hann kemur sér saman við hérna þá sem er að leika með honum, og það sé einn á það ekki, þá gæti einhver annar gert athugasemd þess vegna, eða einhver sem að gerði upphaflega samkomulagi sem snýrist svo hugur af því að hún gekk illa í því sem eftir var hringsins og gert athugasemdir. Þá gæti það farið illa prófið. Það er núna Það opnar á miðnætti 24. febrúar
og er opið til miðnættis 2. mars. Með eina spurningu hérna. Já, Ef þú dæmi boltaðinn ósláanlegan og tekur lausn, geturðu tekið lausn inn í vítasvæði? Droppa honum þar? nei. Ef að, sko, það er ekki veitt laust frá ósláanlegum boltann innan vítasvæðis. Ef að boltinn liggur þannig, þá þarf að fara og taka lausn frá vítasvæðinu. Já, þannig að þú væri kannski væri runnið eitthvað alveg við rauðasvæðið og það væri kannski sandur þar fyrir neðan sem væri gott að slá og þú gætir ekki tekið sem sagt. Nei, ósláanlegu bolti þarftu alltaf í rauninni að láta falla á sama svæði á vellinum og hann var ósláanlegur. Já, ok, takk. Það er eins með sko ósláanlega bolta í vítasvæði og óhreyfanlegar hindranir í vítasvæði. Það er ekki lausn frá þeim heldur í vítasvæði. Nei. Vittu, úrlausnir, hvenær birtast þær? Úrlausnir úr prófinu? Já. Bara leið og skilar inn prófinu þá sérðu einhvernina sem þú fékkst. Og Bergþóra er ákveðin tími sem maður hefur til að taka prófið. Getur maður stoppað og lokið því síðar? Nei, það er ekki hægt. Þú hefur minnum 120 mínútur til þess að klára og það er ekki hægt að pása það. Og er þetta krossabrót? Þetta er bæði svona, hvað segir maður, rétt og rangt spurningar og það er líka spurt út í reglur. Það eru leiknar, minnum mig 4 holur svona í teóríunni og það sem kemur upp við leik þessara hola, það er spurt út úr því. Þannig að það er þrískipt minnum mig prófið. Þau eru eftir að bekka hvað margar spurningar. Mér langar að segja að það séu 10 spurningar. Þú döfkar dræfið beint niður fyrir teig og út í grjót. Þú dæmir boltann þinn ósláanlegan og þá tekur þú 3. högg af teig. Já. Það væri sjálfsagt skynsamlegast. Fleiri en eitt svar. Ekki ef að spurningarnar hafa verið sandaréttar. Nei, þetta, sko, þú veist, það er ekki í þessu prófi verið að reyna að plata fólk. Nei. Og hafandi sagt að þetta þá get ég alveg upplýst að það hefur komið fyrir að þegar við lögðum fyrir próf þá var svarið við einni spurningunni sem við fengum frá ótal mörgum þeirra sem fór í prófið svar sem okkur hafði bara hreinlega ekki dottið í hug þegar við sömdum prófið en það svar var eftir sem áður rétt. Þannig að þeir sem að svöruðu því þannig, þeir fengu rétt fyrir það. Þannig að við erum ekki í því að reyna að klekkja á fólki með einhverjum gildrum og svona. Svo er hægt að fletta fram og tilbaka í prófinu. Þannig að það er ágætt, þú veist, ég tala ekki að fólk hefur góðan tíma og að þá er oft svar við einhverju spurningu hefur svona oft tendensa til þess að koma annars þar í prófinu. Þá er einhver lýsing á einhverju sem að í rauninni svarar því sem var kannski spurt að einhverju öðru fyrir í prófinu. Sko. Þannig að það er því miður ekki hægt að sjá fyrir prófinu. Já, en það er held ég, það er eitthvað æfingapróf. Já. Hægt að taka æfingapróf. Já. Og síðan er náttúrulega sko bæði hægt að vísa í
regluvörðin sem var í gangi í sumar, ég veit ekki hvort hann í gangi ennþá, það er að fara inn á hann, eða fara inn á randa.org, það er heimasíða Royal of Ancient, fara þar inn á reglur og þar er hægt að fara í misþungu próf eða svona spurningar. Það eru 18 spurningar í hverjum lið og sjá hvernig það gengur og þar er mjög gott að æfa sig. Þetta er fínt próf til þess að æfa sig því að ef maður er búinn með þetta þá fær maður að vita hversu mörg svör voru rétt hjá manni og hversu mörg voru röng. Maður getur flett upp í spurningunum þarna hjá þeim og séð hvaða spurningum maður svaraði rangt, farið þar inn og skoðað hvað er rétt svar. Þannig að þetta er mjög þægilegt til þess að æfa sig. Prófið sem við fengum var á ensku, var 50 spurningar. Já, æfingaprófið. Já. Það er alveg rétt, Gummi. Maður getur ekki munað þetta allt saman. Og En við förum nokkuð nálægt í einhver síður. Já, við munum ansi mikið orðið. Men þetta kemur svona með áratugunum sem maður er í dómgæslunni að maður fer að muna ýmislegt. Ég held að prófið sé á ensku. Er það ekki? Er það á íslensku? Veistu, ég veit það bara ekki. Ég hef aldrei tekið þetta próf. Herðu, ég skal nú bara ganga á skuggum það. Ég verð þá bara, nei, ég ætla að sé ekki á íslensku. Við reyndum að hafa það alltaf á íslensku, sko. Já, ég skal bara reyna að koma, því bara til ykkar þá bara í tölvupósti á morgun. Ég bara ganga á skuggum það. Æfingaprófið held ég var sent í morgun. Já, það sakna margir litlu reglubókarana sem var gefin út það. Já. En á móti kemur að við erum með reglubókina dómararnir, við erum á sérkjörum, en ég er ekki viss að þið viljið fá þá bók. Ef að myndavélin hér er enn í gangi, þá sjáum við þessa bók ég held henni uppi núna fyrir myndavélina. En þetta er að vísu dálítið meira heldur en bara golfreglunar. Þetta er allt sem snýr að golfreglum, sem er í þessari bók. Þetta er eina bókin sem við fáum. Þú sendi GSI ekki út æfingaprófið í morgun? Það er ekki komið til mín. Já, Gummi, þetta er biblía golflöfsins. Herri, ég skal fara í þetta með æfingaprófið og það ætti þá að koma póstur á morgun með líka á það. Ég held að það átti pottþétt að vera æfingapróf. Einhverjar fleiri spurningar? Takk sömuleiðis. Já. Þá segjum við bara takk fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir okkur. Og gangi ykkur bara vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Ok, við erum ekki að hætta upptökum.